Ég þakka nú kærlega fyrir þetta tækifæri, það er virkilega gaman að fá að koma hérna og kynna það sem er svona efst á baugi á kennslusviði. Ég er Róbert og sviðsstjórinn, þetta er Páll sem er deildarstjóri rafrænna kennsluhátta. Ég ætla að segja það strax að það er ansi margt að gerast á kennslusviði, þannig að þetta er svona brotaði sem við erum að gera, en þetta er svona það sem við töldum að þið hefðu eftir mesta gagnaði að heyra, og síðan verður sumt af því sem er að gerast á kennslusviði kemur upp í öðrum erindum hérna í dag. En þetta er svona það sem ég langaði svona aðeins að segja frá. Ég ætla að nota tækifærið, við ætlum að nota tækifærið og segja frá því að við vonum svo lánsum að fá nýtt hús fyrir hluta af starfsemi okkar. Síðan völdum við að segja frá rafrænum kennsluháttum og það er einkum tvennt sem hefur hvílt á okkur. Við byrjuðum í fyrra að innleiða rafrænt prófahald, Inspera, og það komin á fullanskriði núna, ég ætla að segja frá því. Og svo höfum við verið að velja nýtt námsumsjónarkerfi sem við erum núna að fara af stað með innleiðingu á. Síðan munum við segja frá nokkrum öðrum verkefnum svona eftir því sem tími vinnst í blá lokin. En fyrst er það nú bara að nefna fyrir tilstilli rektors, þá fengum við nýtt hús, Setberg, og það er hér, þetta er elsta og nýjasta húsið á lóðinu, það er næst elsta húsið, það er eldra en aðalbygging, en það hefur allt verið gert upp. Og það er hér bara beint neðan í skeifunni, þetta er semst mynd á húsinu, og tilheyrði háskólanum var jarðfræðihúsið og hús atvinnulífsins, en síðan fengum við það afhent í desember, og það var gert upp á vormissir og við fluttum inn. Nú, kennslusvið er þannig að það skiptist í tvennt. Það er annars vegar svona sá hluti sem þjónusta nemendur, námsráðgjöf, nemendaskrá, þjónustuborðið sem hefur verið sameinað út á Háskólatorgi. Og síðan er það sá hluti kennslusvið sem þjónustar kennara, auðvitað þjónusta nemendur en í gegnum það að þjónusta kennara. Og það er kennslusviðið, prófaskrifstofan, kennslumiðstöð, matskrifstofan, og við vorum dreifð alla lóðina. Og nú erum við öll komið saman í Setberg, og ég setti hérna á glæru svona nokkur atriði sem skapast, tækifæri sem skapast. Það er ýmis verkefni varðandi bætta kennsluhætti sem okkur tekst að vinna miklu markvissar að, kem að því betra eftir. Við höfum sérfræðinga, við höfum til dæmis tekið upp kennsluleyfi, ekki bara rannsóknarleyfi, og þangað koma kennarar og vinna í húsi kennslunar undir leiðsögn sérfræðinga og bæði innlendra og erlendra. Með húsi kennslunar þá skapast líka miklu betri aðstaða fyrir alla kennara skólans til að takast á við nýja kennsluhætti. Og ég nefni það sem augljósast er. Við höfum hér mjög góða upptökuklefa bæði fyrir svona podcast, myndefni, fjarfundi og svo framvegis. Ég ætlaði bara að fá að nefna það því að kennsluhættir eru að breytast svo hratt að í byrjun september á þessu ári þá höfðum við tekið upp meira af efni, það svona virkilega faglega unnu efni fyrir fjarnám, ekki bara það einhver standi fyrir fram á tölvuna og haldi fyrirlestur, heldur að sé raunverulega búið til fjarnám. Við höfum gert meira slíku efni í ágúst og upphafi september heldur en á öllu síðasta misseri. Þannig að húsið er að virka mjög vel, kennarar að taka mjög hratt við sér og nýta sér húsið. Og svo erum við líka með svona fyrirmyndar aðstöðu, þetta eru snertiskjáir sem hættir að hækka og lækka skrif inn á, þannig að hús og seifera, þannig að húskennslunar er hugsað líka til að prófa það sem er nýjasta nýtt í kennsluháttum sem síðan dreifir sér út til deildana og sviðana. Nú bara minna á það er í gangi við Háskóla Íslands ný kennsla gæði náms og kennslu, og hér eru svona 3 helstu markmiðin. Að HÍ er öflugt námssamfélag nemenda og kennara, gæði náms og kennslu er í öndvegi starfi skólans, og síðan að HÍ þjónar fjölbreyttu samfélagi með því að bjóða upp á margvíslega leiðir að námi. Fagháskólanámi er til dæmis ein ný leið til að komast inn í námið. En það sem við ætlum að staldra aðeins við í dag er þetta markmið númer 2, rafrænir kennsluhættir, og þið sjáu að það er lögð mikil áherslu á það að taka upp nýtt og öflugra námsumsjónarkerfi, nýta upplýsingatækni betur og svo framvegis.
Og þá það eins og ég sagði áðan, þá það tvennt. Það í fyrsta lagi að við vorum á síðasta ári, þá byrjuðum við að innleiða nýtt prófakerfi sem rafrænt. Það heitir Inspera og norskt kerfi. Rutt sem mjög til rúms á Norðurlöndum að byrja hér á Íslandi. Ég veit að það semst í gangi umræða að fara í útboð, Menntamálastofnun fara í útboð og þá gætir þetta orðið eitt af kerfunum sem inni. Og það eitt af því sem við erum að hugsa í HÍ með þessum rafrænu kerfum. Við sjáum fyrir okkur í framtíðinni að það verði svona flútt á milli framhaldsskólans og háskólans. Best væri náttúrulega að menn væri að nota sömu kerfin en það ekki okkar hendi. Nú, þetta kerfi bring your own device. Þetta þá prófahald sem byggist á því að nemendur mæta með sína eigin fartölvu og það sem Inspera gerir, þjónusta þeirra þeir læsa tölvunni. Þú kennst ekki á skrafna þínar, þú kennst ekki á neti, þú kennst bara í prófið. Við áttuðum okkur fljótlega á því að nemendur við Háskóla Íslands, hvernig á ég orða þetta svo þetta verður nú ekki hljómikið sem hörðgagnrýni, að vantar stundum pínulítið upp á það að þeir hlýði fyrirmælum. Ég hef líka verið prófessor í Bandaríkjunum og þar hlýða bara nemendur fyrirmælum. Það eins og hitt eftir þeim ekki almennilega í hug. Þeir þurfa semst áður en þeir mæta í prófa að vera búin að setja upp svona save exam browser, þeir vera búin að gera ákveðna hluti áður en þeir mæta og þá gengur allt vel fyrir sig. Við búumst alltaf við svona 5% nemendum séu ekki þannig tilbúnir. En það hefur farið alveg upp í 25% í okkur sem betur fyrir sáum við því. Við fjárfestum í hreyfanlegum tölvuverum. Við getum bara mætt með okkar og eigið tölvuver og ég sýni ykkur það á mynd eftir augnablik, þannig að ef tölva nemenda bilar, þá tekur það okkur innan við 5 sekúndur að lána henni eða honum nýja tölvu. Nú, þetta hefur rokið af stað núna. Það eru 14.000 próftökur áætlaðar á þessu ári í þessu kerfi. Þetta hefur fjölgað alveg gríðarlega mikið núna á þessu misseri. Það halda svo margir að próf hér við háskólan séu í desember og maí. En þá eru til dæmis yfir 1000 próftökur í þessari viku sem núna að ljúka. Þetta mjög dreift. Símat hefur mjög tekið við sér við HÍ. Nú, það hátt, við spurjum oft ánægju nemenda þessu og það hátt í 90% nemenda eru ánægju með þetta. Þetta svarar kröfum nemendakennara gæði. Bæði eru nemendur miklu vanari því að vinna á svona tölvur. Þetta eykur mjög tækifæri okkar á að gefa nemendum endurgjöf. Við erum komið miklu fleiri tæki til að veita nemendum endurgjöf og svo sparar þetta náttúrulega gríðarlega pappírsvinnu og hlaupum lóðina. Bara aðeins að sýna ykkur, hér sjáið þið prófbækur á einu sviði 1 dag. 1 svið 1 dag, þú getur margfaldað upp. Í einu litlu prófi, það náttúrulega ekki lítið próf, þá spöruðum við 21.000 blaðsíður, 4 tíma próf. 21.000 blaðsíður. Hérna síðan mynd af, til vinstri sjáum við mynd af þessu færanlega tölvuveri sem við bara förum með á milli prófa og svo skanni hinum einn, þar sem þetta að skanna inn ef það eru flóknar myndir eða teikningar sem nefnir og skannin sendir það beint inn í kerfið á þann stað þar sem prófúlausnin Þetta virðist vera að ganga mjög vel hjá okkur. Hérna eru spurningarnar, þetta eru 25 spurningagerðir. 14 þeirra eru með sjálfvirkri endurgjöf, 7 eru með endurgjöf þar sem kennarinn þarf sjálfur að koma með sín komment. Nýjasta viðbótin GeoGebra fyrir starffræðina. Svo erum við líka með form þarna þar sem við getum spurt nemendur hvernig fannst ykkur að taka prófið eða koma skilaboðum til þeirra. Og það eru fleiri tegundur á leiðinni. Nú, áður en að hleypi Pála, þá ætla ég nú bara rétt að sýna, þarna sjáu þið svona eins og nemandi væri að taka próf í kerfinu og þið sjáu bláu litlu rendurnar, það sýnir nemanum hvaða spurningar hann búinn að svara. Og þetta próf sem við erum að sýna hér bæði með það sem getur skrifað inn og hérna multiple choice spurningar. Svo þetta að setja mjög flóknar myndir inn í þetta, það þetta að biðja nemendur að vera með til dæmis þau verður með þannig próf og síni mynda hjarta og svo nemandi bara færa til alls konar hvar rósæð, hvar hjartalokurnar og svo framvegis. Það að hafa vídeó og ýmislegt inn í þessu. Páll ætlar að segja ykkur aðeins frá Canvas.
Góðan daginn. Ég heiti Páll Ásgeir Torfason og deildarstjóri rafrænna kennsluhátta við Háskóla Íslands. Og Háskóli Íslands leggur áherslu á jákvæða námsupplifun nemenda og að námsleið skólans standist alþjóðlega gæðakröfur. Kannanir hafa sýnt að nemendur í skólan gera kröfu að framsetning kennslu á vef sé samræmd og í einu notendavænu kerfi. Sömu óskir hafa komið fram meðal kennara og stjórnenda skólans. Á grunni þessa óska hóf Háskóli Íslands leit að kerfi með einföldu notendaviðmóti sem gæti eflt námsupplifun nemenda með verkfærum sem kennarar vilja nota. Kerfi sem nægilega sveigjanlegt til að kennari geti aðlagað að námskeiðum sínum og býður á auki upp á hnökralausa tengingu við þau kerfi sem eru nú þegar í notkun við Háskóla Íslands, til dæmis eins og Inspera sem Róbert var að kynna hérna rétt áðan. Og þau kerfi sem svöruðu þessum þörfum fóru í notendaprófanir og þar völdu fulltrúar notenda við háskólan, nemendur, kennarar og aðrir starfsmenn háskólans, Canvas sem námsumsjónarkerfi Háskóla Íslands. Og við munum innleiða Canvas bara á næstunni og hefjast notendaprófanir strax í janúar og kerfið verður síðan tekið í almenna notkun í ágúst-september 2020. Þannig að það eru allir kennarar og nemendur að fara í þetta nýja námsumsjónarkerfi þá. En með Canvas þá býður það upp á mikla möguleika á nýtingu tölfræðigagna eða svona learning analytics, til dæmis til þess að fylgjast með virkni nemenda og bregðast við ef þess þarf. Og því erum við eiginlega komið með miklu betri yfirsýn og gögn yfir nám nemenda til að auka stuðning og bregðast við. Og Canvas hefur líka náð mikilli útbreiðslu víða heim og notað í mörgum af fremstu háskólum heims. Þannig að það opnast fyrir mikla möguleika samstarf við aðra háskóla víða heim og hérlendis. Mér langaði aðeins að sýna ykkur bara hvernig Canvas lítur út. Ég geti talað alveg endalaust þetta en það er bara gott að sýna aðeins hvernig þetta er inn í kerfinu. En þið sjáu dæmi viðmót og notkun á Canvas hér. Og kerfið er mjög einfalt fyrir nemendur og kennara og býður upp á fjölbreytta möguleika í nám og kennslu. Og kerfið byggir á svona módjúlum eða námseiningum sem einfaldar mjög mikið aðgengi og uppsetningu námskeiða. Þannig að það er mjög einfalt að finna eitthvað inn í kerfinu. Ég er til dæmis að leita PDF-skjali hér og það gengur svona vel hjá mér eins og þið sjáið. En þetta er Canvas og við förum að innleiða það bara núna. En auk þessa verkefna sem við höfum verið að nefna hér er háskólinn hluti af edX gerð og rekstur opinna netnámskeiða eða svona MOOC-námskeiða. Og inn á vefsíðu edX.org má finna rúmlega 3000 netnámskeið frá yfir 70 háskólum víða heim. Námskeiðin eru ókeypis og opin öllum og geta nýst til dæmis framhaldsskólanemendum sem vilja bæta við sitt nám og jafnvel fróðleiksfúsum náms- og starfsráðgjöfum. Þannig að á edX er mjög fjölbreytt námskeið sem henta ólíkum þörfum. Þannig að við hvetjum ykkur til að fara inn á edX.org og skoða námskeiðin og prófa að skrá ykkur í námskeið. Þetta er frítt og bara alveg frábært tæki. En Háskóli Íslands hefur framleitt 4 netnámskeið og það eru fleiri á leiðinni og það má finna þau inn á edX.org. Og við erum með námskeið menningarnæmi í menntun sem er mjög gott fyrir kennara og námsráðgjafa. Við erum með námskeið eftirlit með kvikurhreyfingum og eldfjöllum. Ég veit ekki hvort að það sé alveg jafn gott, en það er alltaf gott að þekki það. Við erum líka með námskeið Íslendingasögur og auðvitað námskeið sauðfé í landi elds og ísa. Þannig að ég ætti eiginlega að vera í lopapeysu meðan ég er að kynna námskeiðin, þetta er eitthvað svo íslenskt. En yngsti nemandinn í þessum námskeiðum er 11 ára og svo 11-92 ára, þannig að það er frábært að þetta er mjög breiður hópur og gaman að háskólinn sé að miðla þekkingu til fjölbreytts hóps. Þannig að enn og aftur, við hvetjum ykkur til að skoða edX og endilega eitthvað spurningar bara senda á mig, því að þetta er alveg frábær miðill og hentar mjög vel í framhaldsskólum og grunnskólum og háskólum. En við höfum líka verið að skilgreina viðmið gæði fjarnáms og vonum við að þessi vinna muni efla fjarnám á völdum sviðum háskólans og auka bæði kennslufræðilegan og tæknilegan stuðning við nemendur og kennara. En nóg að þessu, næsta dagskrá er námsvalshjólið og háskólahermirinn sem Inga Berg, náms- og starfsráðgjafi við Háskóla Íslands mun segja ykkur betur frá. Þakka bara fyrir okkur. Takk fyrir.